Heyrðu, ég býð ykkur velkomna. Ég kátur að sjá að þeir eru 4. Ég vil taka það fram að ég hef mest verið vanur því að vera að kenna bara örfáum. Vanalega þegar ég var að kenna sem mest í Balkanlöndunum að þá var þetta hjá fyrirtækjum og þá voru það 1 eða 2 starfsmenn sem voru og þetta voru þægilegt sko. Þá hafði maður mjög náið tengsl við menn. Þannig að það sem við erum að fara að gera hérna í dag, það skiptir dálítið máli að ná tengslum og menn skilji hvað við erum að gera og þetta vill oft vera eða það er stærri hópur að þá detta menn dálítið út úr og ná ekki að fylgjast með. En námskeiðið sem þið fóruð í gegnum, það fjallaði þetta tvennt. Það er annars vegar Geðafellið, viðskiptaflokkun á timbri og svo staðalinn Insta 142 frá 2009 sem styrkflokkun á timbri og það er það sem við ætlum að gera hér í dag. Við ætlum að fara í gegnum það hvernig förum við að því að styrkflokka timbur. Það er raun og veru það sem við ætlum að fara í gegnum í dag. Þannig að ég mun svona byrja á því í að skýra út af hvernig staðallinn gengur og hvernig við nýtum hann til þess að flokka timbrið. Ég ætla strax að taka þið fram án þess að áður en einhver misskilningu verði, en þegar við erum að flokka timbur hér á landi í burðarþol, þá erum við oftast eða yfirleitt alltaf að tala flokkana T1 og T2. Í þann tíma sem ég hef verið hérna, þá hef ég aldrei þurft að flokka timbur í T3. Ég hef einu sinni lenti því að flokka timbur sem var að fara í límtrisframleiðslu. Það var þegar við gerðum göngubrúna yfir Þjórsá. Þá þurftum við að flokka timbur í það. En það er eina skipti sem við þurftum að gera. Þannig að í þessu námskeiði þá mun ég ekki leggja áherslu á annað heldur en að þessa flokka T1 og T2. Við erum með punkt hérna sem við munum nota á eftir til þess að útisflokka og það er merkt C24 sem er sama og T2. Og ég hef ekki hugmyndum af hvernig þetta punkt lítur út. Það getur alveg verið að það líti bara mjög vel út. Það sé fáir kvistir og fáir gallar í því og við verðum mjög fljótir að fara í gegnum þetta. En aðalatriðið er að ég get sýnt ykkur á punktinu hvernig við metum efnið sem við erum með þarna. Nú, ef við byrjum á því að skoða þennan staðal, sem sagt styrkflokkunina, þetta er það sem er prentað út. Þannig að, já, sko, í meginatriðum þá er þetta þannig að þetta blað er skipt upp í vissa þætti og fyrsti þátturinn er það að það er að fjalla hvað erum við að flokka. Það geta verið lektur og listar og þá er þetta stærðirnar sem við erum að flokka eftir. Síðan er það borð og plankar og þá er þetta stærðirnar sem við erum að flokka eftir. Síðan erum við með heiltimbur. Þetta er minnsta stærðin í heiltimburinn 70 x 70. Það er mjög sjaldan sem maður þarf að flokka heiltimbur. Síðan er myndin af timbrinum, það sem ég er að leggja áherslu hér, að menn viti hvað við erum að tala um. Við erum að tala um breið, hliða fleti og það er ranghliðan og síðan er réttliðan og kanturinn. Og bara menn sé ekki að ruglast með önnur nöfn þegar við erum að vinna með þetta. Þannig virkar þetta. Síðan er eitt í þessum gögnum. Í þessum staðli sem við vorum að vinna með á þessum tíma, þá var öspin einnig leyfð til flokkunar. Það er ekki fyrir 2009, í nýja staðlinum, að þá er öspin tekin út. Þannig að við verðum að, eins og stendur, horfa fram hjá því að öspin er ekki leyfð til styrkflokkunar hér á landi lengur. Já, því miður, en vonandi, þetta er sammála því sagður, vonandi. Jú, en þetta er náttúrulega
Þetta 142 barviður, eða tekið fram. Já, byrjun á þetta þegar barvið. Barvið, já. Já. Þannig að þessu var eðlilegt að öspin færi bara í annað. Já. Þetta var á þessum tíma, sko. Já, öspin hefur aðra eiginleika heldur en þessi barviður. Já, en samt, sko, var öspin í styrkflokkun á Norðurlöndum fram til 2009 var með sömu kröfur eins og bartrið, sko. En stóðstu þá ekki kröfurnar ef þú hver ástæða fyrir honum tekin út? Ég get sagt þér það, sko, að ég sat í þessum hóp sem var að vinna að þessari staðalagerð hérna og við vorum tveir, það var Jón Sigurjónsson hittir hann frá Rannsóknastofnun byggingarinnar þá, að við vildum að öspin væri áfram inni, en hin Norðurlöndin þau sögðu það öspin ekkert notuð í burðarvið lengur á Norðurlöndum. Þess vegna viljum við bara taka þetta út. Það erum við ekki að flækja máli. En svo aftur að gerast núna að þá orðin trend eða áhugi fyrir því að öspin fari að koma inn aftur. Og það nokkuð sem við ætlum að fara að vinna með. Jæja, en ef við höldum áfram með þetta sá hluti sem þurfa að vera klárir á, hvaða stærðir að efnum, því að þessar stærðir sem við erum að tala um hérna, það eru mismunandi töflur sem við notum til þess að flokka eftir. Nú, síðan þegar við förum neðar í þessum, að þá komum við í þessar þættir sem eru ýmsar víðar einkennum og efnisgöllum, en svo kannski eitt sem við þurfum að horfa á, það stærðarfrávikin. Það nokkuð sem skiptir máli. Við þurfum að vita hver frávikin mega vera í efninu sem við erum að vinna með, samkvæmt staðlinum. Annars vegar erum við að tala stærðarflokk 1 og stærðarflokk 2. Stærðarflokkur 2, það efni sem búið að hefla. Stærðarflokkur 1, það efni sem sagað. Og þess vegna þessi stærðarfrávik sem þið sjáið, það annars vegar í 1, þá það +3 eða -1 millimetr og svo það í stærðarflokki 2, þá það plus og mínus 1 millimetr sem við tölum þar. Þetta nokkuð sem við þurfum að vita og vera meðvitaðir þegar við erum með þetta efni sem við erum að skoða hérna eftir, í búntinu, það heflað efni. Nú, síðan koma þessar efnisgallarnir og annað sem því, og það allt saman nokkuð sem þið það væntanlega lesið í gegnum og kunnið utan af. En eitt af þessu sem við þurfum að hafa í huga að það árhringjabreyttirnar. Hvernig við mælum það, og það kemur þarna skýrt fram að við mælum ákveðna lengd, sem sagt 25 mm, og síðan teljum við árhringina og deilum í þessar 25 mm og þá fáum við út hvað árhringjabreyttin og það það sem málið snýst um. Og staðlinn hann gerir ákveðna kröfur það hvað árhringir mega vera breiðir í efni. Þeir sjáu það eftir. Nú síðan líka trefjarskekkjan. Við þurfum að geta mælt það og trefjarskekkja í efni skipti máli upp á burð og það kemur fram í staðlinnum alveg nákvæmlega hvernig það Síðan það vannkanturinn. Í staðlinum eru ákveðna kröfur það hvað vannkanturinn má vera mikill. Þarna það sýnt hvernig við mælum það. Þetta þetta sem við þurfum að hafa í huga. Síðan komum við í þessar sem formbreytingarnar og þá erum við með þessar 3 formbreytingar. Annars vegar það flatbeygjan, síðan kantbeygjan og síðan það vindingurinn. Og þarna fjallað það vonandi að nógu skýrt þannig að menn skilji hvernig við reiknum þetta út. Í sjálfur sér í venjulegu efni eins og þegar þið farið að saga eða annað slíkt eða að fá efni, þá þetta nokkuð sem sjaldnast maður að lenda í vandræði með. Formbreytingar verður maður ekki varfið fyrir en það mikið að þannvið í efninu eða eitthvað slíkt. Það þegar við förum að þurrka efni mikið þá fer þetta ofta af stað sko. En vanalega þegar við erum með byggingartimbur
í meginatriðum, þá erum við ekki að fara með það mikið niður fyrir 20% viðarraka. Nú síðan kemur þarna kafli sem fjallar kvist, málin og annað slíkt og þarna vonandi skýrt mjög vel út nákvæmlega hvernig við eigum að mæla þessa kvisti og annað slíkt. Ég let ykkur fá plaggat þetta. Þetta svona, þarna fáið þið yfirlit yfir þessi eiginleika og einkenni á timbrinu, sko. Þetta plaggat svona lýsir því í megin atriðum þau vandamál sem maður að vinna með frá degi til dags í timbri. Ég vona að þetta komi að gagni fyrir ykkur, sko. Þetta eru myndir og annað sem unnar úr bókinni Gæðafjallir en gilda líka fyrir styrkflokkunina. Þeir getum vel notað þetta í báðum tilfellum þegar að vinna með þetta. En sem sagt hérna eru allir þessar kvistgerðir, ég ætla ekki að eyða tíma í það að fara í gegnum þetta, ég reikna með að þeir séu búnir að vera að skoða þetta. Það var í námskeiðinu sem þið fóru á netinu, þá var fjallað þetta og þetta eru margar tegundir af kvistum og margar gerðir sem að þarf að hafa í huga. Síðan kemur hérna í þessu blaði hér, þar eru þessar töflur. Þar sem verið að sýna stærðin á kvistum sem á vera í mismunandi efnisstærðum og annað slíkt. En, já, svo þetta annað. Síðan það þannig að það eins og ég var að segja við ykkur hérna í byrjun að við erum að vinna með styrkflokkana T1 og T2 og ég átti samtal við einn gúróinn í Svíþjóð, Tómas Ívarsson heitir hann og þá sagði hann mér það að hann væri búinn að útbúa lista sem hann notaði orðið í dag í sambandi við kennslu. Og eins og hann undirstrikaði við mig á sama hátt eins og ég undirstrikað við ykkur að við erum mest að tala T1 og T2. Og þess vegna náttúrulega kvistarstærðin í sambandi við það sem skiptir máli. Við skulum sjá. Og hérna sjáum við og hérna þetta gert mikið einfaldara, sko. Hérna erum við með efnisbreiddina og hérna erum við að tala C24 eða T2 og þá erum við með stærð af kvistum þar. Samir hérna T1, þá erum við með kvistabreiddina hér á breiðhliðinni. Þannig þetta mikið einfaldara. Ekki sammála því. Síðan kemur neðri hlutin á þessari töflu og þar verið að tala kantkvistina og þá sjáum við stærðin á kantkvistunum miðað við styrkleika á efninu. Það verið að selja með C18 í byggingavöruverslunum. Já. Maður mætti ekki, maður þurfti alltaf þá að krafa nota C18 má nota það í sperrur. Já, já. En C14. Sko C18 eða sem við tölum með T1, sko. C18 myndi flokkast líka sem T1. Einmitt. Nú, þannig að með því að nota þessar töflur þá þessi flokkur mikið einfaldari, sko. Síðan það hin töflan sem ég ætla að láta ykkur fá, sem líka leið einföldun á regluverkinu og eins og ég alveg sammála með Tómas Ívarsinni þegar hann gaf þetta út og sendi mér þetta, að það að gera að einfalda þetta þannig að menn sé ekki alveg týndir í einhverjum heljarina töflum, sko. Það meginmálið. Og ef menn lenda í einhverjum vafa atriðum, þá geta þær alltaf farið í staðalinn og kíkt í stóru töflunar. Nú síðan þessi töfla sem ég sýndi ykkur áðan, að þá erum við að tala ýmis einkenni í viðnum. Og þarna þetta dregið saman á einfaldan hátt. Og þarna skrifað sko T1 sama og C14, sko. T1 þá upp að C24. Já, þá getur sagt það, sko. Já, lágmarkið 14 og... Það kemur líka C18, sko. Og það sami, fer í sama T1. En þannig á eftir, þegar við förum á stað með að skoða búntinn, þá skulum við nota þessa töflu.
ekki spurning. Þessa töflu skulum við nota og ekki vera að þvælast í stóru töflunum. Sérstaklega á eftir þegar við förum hérna ráðumst á punktinn og byrjum að reyna að meta hvernig við líta út og annað slíkt. Þá notum við þessa töflu og merkjum inn hvaða flokk þetta myndi tilheyra og síðan mun ég spyrja ykkur út í það og hvað veldur þessari flokkun. Þannig gerum við það á eftir. Já, þetta eru myndir sem eru teknar upp í Þjórsárdal og þar sem við vorum að saga efni sem var notað í göngubrúna yfir Þjórsá. Nota bene þarna var verið að vinna með mismunandi gæði. Annars var það gæði sem fóru í efni í neðri hlutan á dekkinu og svo í efri hlutan á dekkinu og síðan efni sem fóru í límtrið. Þarna sjáum við til þess efni sem fóru í neðri hlutan á dekkinu. Þetta er efni sem uppfyllir kröfu sem sagt T1 sem er þarna á ferðinni. Og þetta er úr saman flokknum. Vísi eru þarna gallar sem var tekið út svo aftur seinna. Þetta eru stæðurnar sem voru þarna. Síðan komum við núna yfir í efni sem var notað í límtrið. Þarna erum við komin í efni sem var sem sagt T2. Og eins og við sjáum þarna erum við að tala um allt annað efni. Og með því að sýna ykkur þetta tvennt, það gefur ykkur dálítið góðar hugmyndir um það hvað erum við að tala um þegar við erum að tala um T1 eða T2. Þegar þið farið að vinna með staðalinn og hugmyndafræðina sem í honum þá áttu ykkur mjög fljótlega á þessum hlutum. Hver er munurinn þarna? Og ég endurstrika það enn á einu sinni. Við erum mest að tala um T1 og T2. Ef við erum að fara yfir í T3, þá er það orðið timbur sem er orðið þó nokkuð betra heldur þetta efni sem við sjáum hér. Yfirleitt er það þetta timbur sem við erum með þéttleika sem er í lagi fyrir T1, fyrir T2. Það er auðvelt að nota líka heimasíðuna timbur.is, það síða sem ég hef sett upp. Þar inni er heilmikill svona fróðleikur til þess flokkun á timbru og annað sem því gildir. Og mikið fjallað trépróf sem Sævar og ég og Hlynur þekkjum mjög vel. Það er það sem ég og vinnur okkar Tómas í og hvað ræður þarna. 74. Það er alltaf þessi spurning eins og til þess kvistir sem við bláendan, þeir teljast með. Það er bara allir kvistir sem eru sjáanlegir. Taka bara eina inn í einu, merkja það 1, 2, 3. Smá vindingur. Svo er skemmtilegt. Formbreyting. Nú mælist þetta hérna sem einn út af... Er þetta rísjuhlíðin eða? Já. Nei. Já, þú snýrir við þegar við vorum að prófa hérna. En síðan náttúrulega þessi vindingur sem þeir eru að tala um, Ef við tökum svona metirinn hérna og hvað er þetta hátt? Þetta er eiginlega 1,5, 14. Það er eitthvað ákveður hlutfall sem vindingur má vera. Formbreyting, vindingur. Já, 2 mm er 25 mm efnisbreyt. 1 mm per 25 mm. Þannig að þá erum við konir yfir í... T1. Það mætti vera 4 mm hérna. Hvað er það mikið? Þetta er 5, þú veist hérna sem sagt, 1,5. Þessi fyrir T1 út af vinding. Út af vinding? Þá er það jafnvel ómikið. Þetta er bara T0. Þetta mælist bara sem venjulegur kvistur, ekkert annað. Hann sleppur Já. Þetta myndi sleppa Hann sleppur þessi. Við erum ekki að hugsa fegurðuna efninu. Nei. Og svo eru þurrksprung. Sjá þessa kvisti. Þeir eru meira eftir en 50% af þess að þetta. Ég held að
ef það væri meiri 50% þá færi T0, en þetta er fyrir T. Þetta sleppur í T. Hrefjihalla myndum við alltaf skoða á Breiðhlíð. Alltaf á Breiðhlíðinni, sko. Og hérna er augljóslega ekki mikið hrefjihalli. Þessar sprungur, þær eru ekki gegnumgangandi, er það? Nei. Nei. Eru þær þá minna helmingur þykkt leiðar án takmarkana? Já. Er þetta fura? Þetta? Já, þetta er alltaf fura. Það er eina sem ég var óanægður með því ég sá punktið. Þú hefði viljað hafa greinir? Ég hefði viljað hafa greinir, sko. Óanægður með því ég sá punktið. Þú hefði viljað hafa greinir? Já, það getur skrifað þessu matur sem, sko. T3. Þetta er sko svo fallið skýta. Þetta er sko... Þetta er svona, þannig erum við komið með efni, og með náttúrulega stendur ekki... Þegar þú horfir á þennan kvist, þá sérðu það að hann er meiri heldur en bara kanturinn. En á í krossaði T2... Sér þannig kvist... Hún er í rauninni athugasemd sko T... Hvað er næsti flokkur fyrir ofan? T3. Þá myndum við setja í þáttinn sem heitir annað, bara T3. Ég skrifa T3. Reglan er þannig í staðlinum að þá mælur líka kvistin á hliðanum. Loksins við fáum almennilega spýtu þá fer hún hérna... Finnur þetta alveg harpiks, þetta alveg, þannig að þessu er það svo feitur húður að ég myndi ekki segja þetta að vera húðhúður, hann er bara vaxið rosa hægt. Já, nú erum við akkurat konir í sprungu, sko. Hvaða gerðar sprungum er þetta? Bara venjuleg sprunga sem við sjáum, mest helmingur af þykkt án takmarkunar, segja þeir, sko. Hvað myndi halda að þessi sprunga sé mikil? Ég myndi segja að þetta væri nú svolítið alvarleg sprunga, sko. Maður getur hort hérna inn í þetta. Þetta myndi vera meiri en helmingur á þyktinni. En hún, þú veist, þá fer hún bara í T0 og þú veist, og... Ekki spurning. Hún er líka með flatbeygju sem er meira og svo er annað við þetta er svaka þéttur vöxtur. Það er meira en 25 árhringir í 25 mm. Þetta tré hefur verið alveg hátt í 100 ára gamalt. En það sem ræður raun og veru, sko, eins og ég er að leggja áherslu á þegar maður er að flokka, að maður metur strax út frá stærsta gallanum. Og þá er maður náttúrulega til þess að vera snöggur, þannig að þetta sé borgið sig. Já. En sko, nú er þetta náttúrulega svolítið áhugavert að því að sko... Já, mergurinn er eiginlega svona, hann myndi segja að við kallar rísulið hér hérna megin, en ef maður horfir hinn endan þá var rísulið hérna megin. Akkurat. Því að mergurinn er akkurat inn í miðju. Einmitt. En það sem er náttúrulega áhugaverða við þessa sprungu, sko, hún er við það að fara yfir í kantinn, sko. Og það er nokkuð sem við viljum alls ekki sjá í efni sem er notað í burðarvið. Þessi fer bara í T0? Já, bara, við myndum ekki nota hann í burðarvið. Svo líka ef hún svolítið sveigja á henni. Já, þar er ekki vindingur í henni. Þannig að hún fer ekki, já þú sko, er hún þá ekki einu sinni í T0? Hún er bara, við myndum bara að taka hana í burt. Já, ákveða. Já. Þið þyktina hérna, sko? Já. Þið sjáu það að þetta er 88. Þetta myndi aldrei, þetta myndi ekki eins og fara í T0, sko. Nú förum að fá okkur smá kaffisopa, síðan komum við hérna aftur og þá í sameiningu förum við yfir það sem við erum búin að flokka og setja það hérna á punkti. Á þann hátt fáum við svona aðeins umræður þetta. Heyrðu, fáum okkur síður upp á kaffi, bara örstutt, bara rétt að... Þetta er börkur í endanum. Það fór í T0. Bara út af þessu? Ja, það er börkur þarna líka. Þú hefur vasi hérna? Harpiks, já. En þetta er enn og aftur, það er alltaf spurningin hvar er stæðsti gallinn. Og það er það sem þið sáu þarna í þessari spýtu, að það er náttúrulega börkurinn. En ég veit ekki alveg hvað Eiríkur segir þetta. Sko þessi kvistur sem hérna er, sko hann gengur í gegn. Gengur í gegn, já. Gengur í gegn og fer alveg hérna langlegin út í miðja hlið.
Já, ég sá þetta ekki. Einu spurningin mín sko, hann heldur samt í T0. Hann fer ekki bara, hann ekki bara kapút? Þetta bara kapút. Þetta fer aldrei í burðavirki. Þannig að hann í rauninni fyrir neðan T0. En T0 náttúrulega kannski þannig að ekki burðaviður. Jú, það er burðaviður. Það er T0. Þú mátt ekki nota í sperrur. Jú, þú getur notað í sperrur. Þú getur notað... Hann er samþyktur. Já, en það er bara burðarþolið sem í íónum er minna. Já, þú getur notað í svona þak sem væri minna haf, kannski. Og hérna, ef þú lest staðalinn ISTN 336, þá sérðu muninn að þessu, sko. En við myndum samt bara segja, ég ætla ekki að nota þetta í neitt burðavið. Nei. Út af þessu. Já. Næsta. Hann fór í T1, það var kantkvistur. Ok. Næsta. Þessi fór í T0. Já. Þannig að þetta fer í T0. Já. Næsta. Þessi fer í T1 og það er eitt flattkvistur hérna. Ok. Ykkur athugasemdir ykkur? Ok. Næsta. Það er sinna. Þarna, já. Fer í gegn þarna. Hvað setti hann þá í? T1. Ok. Næsta. T2, já. Og þá er það næsta. Hann bara líka í T2. Þessi líka í T2. Nær þessi hérna fær hann að vera? T2, já. Hann var 23, sko. Þetta er út af því, sko, þó hann lítir svona illa út, þá uppfyllir hann. Hann er á merkli. Ok, næsta. Það er kantur. Ok, næsta. Það er líka kantur. T1. Það er bara 90% T1. Það er 8. Það er kantur og hlið. Þegar við erum með hlíðarkvisti eins og þessi hérna og hann er þetta nálægt kanti, þá telst þetta sem kantkvistur. En myndi þetta fara þá í T0? Þessi myndi fara í T1, sko. Já, af því það er svona stór. Ef bilið er minna heldur en stærð kvissins, þá er þetta kantkvistur. Ok. Og þetta var... Snúum hann aðeins upp hérna. En þessi er svo stór að hann er... Og hvað áhrif þessi kvistur hefur á þversnið efnisins. Ef þið myndu teikna hann inn í þversnið, þá myndu þið sjá að hann tekur alveg helming af þversnið efnisins. Í hvað flokk fór þetta? Þetta er T1. Já. Það myndi sleppa. Þessi var bara T2. Það er bara... Fyrsta? Nei. Já, það er tvær aðeins. Já. Kvistir á hlið. Og svo er náttúrulega líka stórir á flattinn, sko. En það er... Þessi T1? Kannski ætti þess að fara í 0 af því það er... Jú, saman sem þessi virkar eins og kantur. Hann er yfir 45. Já. Ja, hann er 45. Hann er eiginlega akkurat 45, sko. Já, hann er svona sleppur. Hann svona, já. Sleppur. T1. Já, T1. Og snýr auðvitað hjá okkur. Ég myndi halda hann, þessi myndi detta inni í T2, er það ekki? Herðu, þessi fór í... Það er þetta Flutningskenndin, já. Er þetta of mikið? Já, þetta er of mikið. Þetta fyrir T1? Nei, Það er T0? Notum þetta ekki. Þetta er mjög algengt, þetta er svona liftara skemmt. Já, þetta, við viljum ekki sjá þetta. Nei. En þetta flokkast ekki. Heyrðu, þá skulum við flytja ykkur hérna yfir og... Þetta er bara úrkast. Það er hérna þessi sprunga sem þið sjáu hér. hort hérna inn í, langt inn og svo að auki var hann líka... Það er flatbeygja og vindingur í henni. Og svakalega þéttu vöxtur. Líu er T1. Það var sko flatbeygja og vindingur sem við meldum. Svo er smá sprunga hérna en hún er nær ekki langt. Hún er í rauninni T0. Já.
Við sögum að þessi sko væri T3. Og alla kvistur í. Nei, alveg sjá. Já, vindingur. Já, það var vindingurinn sem var. Og fer í T0. Það er líka trefjahalli hérna, sem mjög mikið trefjahalli. Mjög slæmir trefjahalli þarna, já. Er það komið kannski í úrkast eða? Ég myndi segja það. Úrkast. Maður finnur hvað svona hún feitur viður, þetta líka getur verið svona reaksjón, hvað kallar það, þrýstiviður. Hvað lenti hún í hjá okkur þessi? T0. T0, já, ok. Hvað myndir þú segja? Er hún of mikill vindingur eða? Nei, þetta er T0. Kvistur hérna. Þetta er T0. Og hvað var þessi númer? T1. T1. En ég held að T1 hafi verið sko áður við vorum farnir að fara svo í T0. Já. Sko þessi kvistuna er að við fáum að vera T1. Já. Svona kvist. Svona og þá er hún komin yfir og þá er hún komin í og breytin á með mikil. T0. T0, eða ekki? Þetta er bakkur. Ég held að við höfum sett hann í T1. Já, 2/3 hérna í bláa endan. Samkvæmt reglunni þá er þetta rétt sem þú vorst að segja, Sævar, með hérna vankantinn, en hérna er börkur í þessu sko. Já. Og börkur er alveg bannaður. Það er bara má ekki. En þið verður aðtöða það, þar sem við erum að gera núna, við erum að flokka svona alveg eftir ströngustu reglum. Það hefur verið gaman að hafa líka búnt að greni. Já, T1. Og það var, já, þetta var ekki það djúpt. Það er þessi kvistur hana. Það er kvistanir í þessu. Þessi fór líka niður T1 sko. Það var út af kvist. Það var Kvistastarf. Já. Þessi hérna kvistur, held ég. Já, hann er alveg brún. Nei, það er sko bara reynsla mín á förunni sem er að koma og einhver frá þessu fyrirtæki, þá er það gæðin. Bara, já. Merkilegt hvað er mikið af kvistum í þessu því að föran hún oft svona afgreina sig svolítið sjálf, allavega í Norður Svíþjóð. En það virðist vera ótrúlega mikið af kvistum í þessu miðað við það. Sveinn, hann þekkir þetta frá því við höfum verið að flokka og viðsennast með efni sem er að koma til vegagerðarinnar, sem er gagnvarið efni og er fura og þá erum við einmitt að slást við sömu hlutina. Við sjáum líka allar þessar kvistir, þetta eru oft dauði kvistir, þetta eru einhverju dauðagreinar neðst á trénu. Akkúrat. Heyrðu strákar, nú skulum við raða þessu hérna saman og búa til búin eins og þetta var og svo skulum við sjá hvað við getum ekki sett plasti svona nokkuð veginn yfir þetta. Já. Heyrðu hérna strákar, sko, þegar ég er að kenna svona flokkun, þá get ég aldrei ætlast þess að menn læri þetta í fyrstu tilraun sko. Það er ekki fyrir að þið farið að vinna með þetta sjálfir og horfa á þetta og tengja þetta við töflurnar og þær upplýsingar sem þið hafið í stöðlunum, þá farið að læra þetta. Og þá farið að fá það líka á tilfinningun hvernig þið eiga að gera þetta. Og það er eins og ég legg mikla áherslu á að þegar maður bara sér spýtuna, að maður byrja á því að segja hvar er mesti gallinn. Horfa bara á það og þá er maður búinn að flokka þetta. Sko, og eitt sem við megum aldrei gleyma, við erum ekki að flokka efnið eftir útliti. Við erum að flokka þetta fyrir burðinn. Aftur á móti bókin Gæðafjalir, það fjallar fallegt timbur sko. En hérna erum við bara að tala burðinn. En sko, nú læt ég hérna Ásgeir búa til skírteini handa ykkur annað og svo hef ég sambandi Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, þið fáið númer og skírteinin ykkar fara svo bara inn þar. Þið eiga að geta gefið ykkur út í þetta. Já. Heyrðu strákar, ég ætla að segja bara takk fyrir í dag. Þetta var virkilega gaman að hafa ykkur hérna og þetta er virkilega reynsla að prófa þetta með ykkur svona. Skemmtilega að vera svona live. Já, ég er alveg sammála því og það að kenna í sambandi við timbur og annað er miklu betra að geta hort á menn og rætt þetta því að virki, það er ekkert virki eins. Já, við erum virki. Ég var að fara að nota það, sagði það. Mér finnst það mætti alveg búið að vera með í Já.